Ég er ansi hræddur að eins og þetta fólk hefur talað að við sáum til dæmis í kringum magmaumræðuna þegar menn voru að tala þjóðnýtingu og annað slíkt og voru að tala glæpafyrirtæki og að það hefði verið svindlað í gegnum eitthvað skúffufyrirtæki í Svíþjóð, alls konar svona bara óhroði sem var sagður það fyrirtæki. Við höfum líka heyrt svona orðræðuna hjá mörgum og þá blogglúðrasveitin náttúrulega þar fremst í flokki að það sem verið að finna því allt forátt að Kínverjar segja gleypa okkur og annað slíkt. Þannig að ég hef svolítið áhyggjur af því að þetta muni fara inn í sama farveg og þetta magmamál fór. Og það náttúrulega eitt sem að þessi pólitíska áhætta sem að þetta matsfyrirtæki kom fram með var einmitt svona duttlungafull viðbrögð stjórnvalda við beiðnum fjárfesta og það var líka þjóðnýtingar áhætta og annað slíkt og allt saman þetta sem við heyrum bara hér dagsdaglega í fréttum og þetta náttúrulega mjög hættulegt ef á að laða fjárfestingu en svo aftur á móti annað mál og það það að mér hefur ekkert fundist neitt eins og til dæmis þegar að samstarfsflokkurinn talar og að menn sé eitthvað hrifnir af erlendri fjárfestingu, menn tala ljótu kapitalistana og græðgisvæðingu þjóðfélagsins og annað slíkt og mér finnst við einhvern veginn komin á algjöra villigötur í þessum umræðum öllum að það skuli ekki vera hægt að sitja bara eins og við sitjum hérna að ræða málin rólega tala kost og galla og annað slíkt í staðinn fyrir að vera alltaf að gala þetta í fjölmiðlum eða blogglúðrasveitin að það náttúrulega orðið bara það væri landhreinsun við að loka netinu. Ég segi svona. Það ekki mín orð en hérna ég fulltrúi tjáningarfrelsisins hér um borðið en gott að við. Þú veist að ég það líka að þetta var nú meira gríni heldur en